Finnur, 12-13 stiga sigur á Keflavík, toppliði Keflavíkur, eftir sæti deildinni hér í kvöld. Hittir að vera kærkomið að klára þetta? Svakalega sko. Sérstaklega bara svo framstæðum að vera þetta fannan vikur, þá kannski ekki margt í kortum til að vera jákvæður yfir, en mér fannst strákarnir vera gríðarlega einbeittir og svona kannski náðum að halda svona kannski orkustiginu og fókusnum allan leikinn. Við vorum ekki að sökja ykkur mikið á hlutunum sem voru illa og náðum að halda dampi út heilnleiknum. Komið þið bæðin í fyrri hálfleikinn og seinni hálfleikinn með svona ákveði, kannski svona sense of purpose einhvern veginn heldur en Keflavíkurliðið. Hversu mikilvægt var fyrir þið að ýta þeim á stað inn í hálfleikina í þessum leik? Já, mér finnst við ná að skapa góð skot alltaf leikinn og ég hafði smá ágjörð að byrja með þriðja sko, það voru einhverja 3-4 mínútur sem við erum að skapa góð skot sem fór bara ekki niður. Maður svona pinguð það ágjörð að því að þetta var svona kannski móment sem að menn myndu kannski fara í einhverja aðra leiðir eða fara einhverja einstaklingsframtökar. Mér finnst skipulagið halda og mér finnst fókusin vera að varnarleikum hélt allan tímann og purposin á alltaf bara að taka eina sókn og eina vörn í einu, þetta gamla klísjan og sjá svo bara hvað við stæðum og mér finnst svona, mér finnst gott að við einhvern veginn hleyftum aldrei svo frábæra Keflavíkurliðið í eitthvað svona áhlaup. Þannig að mér finnst mikið vel og gera virkilega vel í að stjórna leiknum og bara þessi komu allir inn með eitthvað svona framlega. Þið voru kannski ekki á löngu köflu með eiginlegan miðherja inn í teiknum. Við berjast á móti samt Milka og Dean Williams þarna inni, svo með Pavel og Finn alltaf og fleiri. Í þessu þau gerðu gríðarlega vel í kvöld. Já, virkilega vel. Milka, ég held að hefur engum tekist að stoppa Milka, en það snýst bara að hægja á honum og reyna að gera hlutin erfiðara fyrir hann og sömuleiðis kannski reyna að sækja á hann sóknarlega. Þannig að Pavel, eins og hann oft sýnt áður á frábæran leik á mótunum og við náum svona einhvern veginn að gera þetta erfiðara fyrir hann og samtíma kannski svona þrönga hlutunum upp fyrir aðra. Þannig að heildar góð framist að varðanlega. Kemur landsleikja hlé og vantilega kærkomið pása fyrir þína menn í Val sem eru vantilega á leiðinni í einhverju breytingar á hópnum? Já, ég meina við við tökum svona ákveðinn séns og kannski tökum bara slæma ákveðin að taka ekki Bandaríkjamann inn strax. Hefðum átt að fara tókum sénsinn á því að vildum við taka sénsinn á því að með koronaveiruna móti að vera á stað og það kannski gengið ef menn hefði haldist heilir og svo framvegis. En svo bara vorum bara einfaldlega ekki nógu góðir framan á og við erum mjög fegin að ná þessum sigurum. Við tökum alltaf bara við það að bæta, við þurfum ekkert fara núna út úr þessum glugga hraðmóti og halda að við séum eitthvað frábæra því við viljum ekki að blöða. Við þurfum að halda hún bæti í, finna svona aðeins okkar stíl, finna okkar eiginleika og vera bara fókusverðar inn í þessu breyti og nýta það vel, bara svona öll leiðina því að þetta ekkert smá deild sem verið að bjóða upp á hérna og margir frábæra leikmenn og þjálfararnir sérstaklega í deildinni vera að gera virkilega vel, að virkilega svona, maður sér alltaf frá þeim sjónarhóli og margir frábærir þjálfarar og margir þjálfarar sem taka stór skref í sínu leik og ég bara gaman að fá að taka þátt í þessu. Alveg að lokum, var eitthvað búið að kvistast út það að Kristófer hefði fengið jákvæðar niðurstöður í dag? Er hann á leiðinni tilbaka? Hann sem segir, bæði hann og Sinnes eru búin að vera Sinnes er náttúrulega meðið svona fyrir fyrsta leikin. Kristó, hann kálfir á honum, fær eitthvað takk í hann í hattaleiknum setjanleik og við erum svona búin að vera að vona þetta sé lítið og kannski aðeins og bráðum með hann en þetta lítur ekki illa út og hann ætti að öllu líkindum að vera klár í fyrsta leik en við þurfum að vera skynsamir með hann og þetta er hratt mót framöndan þannig að við megum ekki við því að vera mikið ánægðir. Til hamingju með sigurinn aftur, bestu þakkir. Takk fyrir.